Sæl. Ég heiti Sólrúnir Guðbjörnsdóttir og ég ætla að kynna fyrir ykkur mastersverkefni mitt sem ber titilinn Í upphafi skal endinn skoða og tilviksrannsókn til MNT-prófs. Ég fór sérst af stað með 2 rannsóknarspurningar þegar ég byrjaði með verkefnið og það eru þessar 2. Hvernig má á árangursríkan hátt haga námsmati í stærðfræði á unglingastigi og hvernig geta kennarar tekist á við breyttar áherslur í námsmati. Þessar spurningar vöknuðu út frá því að ég fór að velta vöngum það hvað ég vildi skrifa og fór pínulítið að pæla hvernig væri verið að vinna með hæfni viðmið aðalnámskrár í grunnskólum í dag eftir að það voru breyttar áherslur á það að það ætti að setja einkunni fram í formi bókstafseinkunnar við lok grunnskólagöngu. Ég set fram fræðilegan bakgrunn í verkefninu þar sem ég fjalla hæfni viðmið aðalnámskrár grunnskóla og rýni í sænska aðalnámskrá einnig, en það er vegna þess að Svíþjóð fór á stað með svipaða breytingu á námsmati hjá sér, þar sem að þau tóku inn einkunnaskala sem er byggður á sömu grunnhugmyndum. Síðan fjalla ég einkenni áhrifaríks námsmats, fer yfir nokkrar námsmatsaðferðir og fjalla námsmat í stærðfræði. Rannsóknin var framkvæmd þannig að tekin voru viðtöl við 1 kennara í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og ég skoðaði einnig gögn frá fyrra námsári. Gögnin voru alveg frekar mikil, þannig ég þurfti svolítið að sía út hvað ég vildi nota og fór tvisvar til þess að taka viðtöl við þennan eina kennara, svo mætti ég aftur til þess að fylgjast með þegar þeir voru að fara yfir verkefni sem nemendur voru að vinna það námsár. Verkefni sem farið var yfir ber titilinn heitir Askjan mín og þar fylgdist ég með 2 kennurum í sameiningu fara yfir verkefnin og gefa viðeigandi einkunn á kvarðanum A til D. Ég tók síðan niðurstöður mínar og litakóðaði þær með forritinu Atlas TI Cloud og flokkaði þar eftir í þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær, eða líta þannig út að það sem er einkennandi við rannsóknarskólann er að námsmat býr til einhvern upphafspunkt í náminu og kennslunni í skólanum. Það er mikið unnið með leiðsagnarmat og til þess að vinna með leiðsagnarmati þá notaði þau þennan sóknarkvarða og bókstafseinkunn er gefin frá upphafi skólagöngu. Þá mæta nemendur og foreldrar á fund á hausti til og fá þá kynningu á því hvernig unnið er með námsmat í skólanum og fá þessa kynningu á hæfni viðmiðunum og hvernig unnið er með þessa bókstafseinkunn. Hæfni viðmiðin birtast á heimasíðu rannsóknarskólans eins og tekið þetta skjáskot af heimasíðunni og þetta er mjög skipulagt sett upp fyrir alla sem að vilja glugga í þetta. Og þessi hæfni viðmið, þessi númer sem eru sett þarna, þau eru sýnd líka inn á sóknarkvarðanum. Þannig að þessi númer eru alltaf sýnileg í námsmatinu. Hér er bein tilviljun frá kennara og ég ætla að lesa hana hér. Leið að við vitum hvað við erum að meta, vitum við hvað við erum að fara að kenna. Svo er þetta svolítið púsluspil eftir það. Við finnum viðeigandi verkefni og blaðsíður í námsbókunum sem passa við hæfni viðmiðin og búum svo til verkefni eða próf sem meta það sem okkur finnst eru rauði þráðurinn hvað varðar hæfni viðmiðin. Það eru auðvitað alltaf eitthvað sem við eigum erfiðara ef við erum stöðugt að meta. Mér finnst kannski að við þurfum að vinna markvissar með. En það eru alltaf einhverjir þættir sem maður næðir ekki að vinna með eða metur ekki á eins markvissan hátt. Og þetta er tilvitnun sem kemur frá kennara þegar hún aðspurða því hvort henni finnist öll hæfni viðmiðin komast inn í námsmatið. En það er náttúrulega kannski svolítið sett upp þannig að margir þættir eru metnir oft og sumir kannski jafnvel bara einu sinni. Hér er dæmi þennan sóknarkvarða sem ég er búin að vera að ræða og þeir eru ítarlegir. En sóknarkvarðinn er fyrst og fremst notaður sem stuðningstæki í námsmati og nýtist einnig til að miðla upplýsingum bæði til nemenda og til foreldra.
Þetta sem sagt eitthvað form sem kemur alltaf með hverju einu verkefni. Og stærðin og hversu ítarlegur hann ræðst svolítið af stærð og gerð verkefni. Þessi sóknarkvarði gerður fyrir verkefni í líkindareikningi. Og eins og þið sjáið hérna á stikunni undir hæfniviðmið, þá eru þessi númer sem eru undir hæfniviðmiðunum á heimasíðu skólans. Þetta fylgir sem sagt nemendunum þegar þeir eru að vinna verkefni sitt, þá fá þeir verkefnablað og svo fá þeir þennan sóknarkvarða. Þarna svolítið auðvelt fyrir nemendan að sjá hvað ætlast til þess að nemandinn þarf að gera til að fá einkunnina B. Ef hann reiknar fræðilega líkur og sýnir fram á það að hann geti reiknað út líkur á atburðum og sýnir lausnarleiðir, þá fær hann einkunnina B. Ef hann getur meira heldur en það, ef hann sýnir þetta öryggi í þessum lausnarleiðum sínum, að þá hann kominn umfram það sem ætlast til að nemandunum og þá hann kominn með A. Svo eru þessar auka einkunnir sem að flokkast þarna á milli, að þá hægt að líta svo á að ef að nemandinn fær B fyrir einhverja nokkra flokka en A fyrir jafnmarga, að þá ætti hann að fá einhverjum fyrir verkefni sem fellur þarna á milli, sem væri þá B+. Svo það sama sem á við ef nemandi getur að megni gert það sem í B, en einhvað dettur niður í C hjá honum, að þá fær hann einhverjum C+. Þetta dæmi sóknarkvarða sem ekki eins ítarlegur. Þá þarna undir ég get, þetta tekið fram ég get tekist á við verkefni úr umhverfinu í tengslum við marghyrninga og hringi, þar sem afla þarf upplýsinga, meta þær og finna lausnir. Þetta það sem að nemandi þarf að gera til þess að fá einkunnina B. En B alltaf viðmiðið. A þá einkunnin þegar nemandinn að gera eitthvað umfram. En bein tilvitnun hérna sem það lesa upp fyrir ykkur frá kennara þegar við erum með sóknarkvarða í höndunum, erum við með nokkuð góða reglu fyrir því hvað einkunnir eiga við hvar. Ef nemandi leysir verkefnin eins og við förum fram á, hann með B. Ef hann finnur eitthvað aðra lausnarleið og í raun og veru þá þróar sínar eigin leiðir, þá fær hann A. Og þetta búið að ákveða fyrirfram. Þessi sóknarkvarðar eru alltaf tilbúnir fyrir verkefnin og prófin og nemendurnir eru löngu búin að læra það frá fyrri árum hvernig þeir virka. Þessi mynd skýringamynd á bókstafseinkunnargjöf. Þessi mynd mikið notuð í samskiptum bæði við nemendur og við foreldra. Og þar sem að foreldrar hafa talað svona ítrekað það, en þeim finnist svona hálf ógerlegt fyrir nemendan að fá A, að þá það líka litið á það þannig að A kannski einkunnin sem ætluð fyrir afbrothanemendur. En það kemur líka skýrt fram í ritgerðinni að A einkunn sem ætluð fyrir þá nemendur sem að fara umfram það sem að vera að biðja um. Að þá einkunn sem tilætluð þeim, svo þeir séu ekki að fá sömu einkunn og þeir sem kannski eru örlítið slakari. Og þarna kemur þessi skýringamynd að við erum með barn þarna á hjóli, að ef maður fær D, að þá þarf maður með hjálpardekk. Það stendur að ég að læra og ég þarf að fá aðstoð frá öðrum og ég þarf meiri æfingu. Maður með hjálpardekkin til að aðstoða sig. C, þá þetta eitthvað sem að næra að nýta sér þekkinguna í kunnulegum verkefnum og aðstöðum en þarf jafnvel stundum aðstoð. B, þetta það sem við viljum að nemendurnir kannski nái að vera að megni, en þetta eru nemendur sem að nærfærni sem stefnt að og tilbúin til að halda áfram. Svo þessi nemendur sem að kannski geta umfram og það eru þeir sem koma með sínar eigin hugmyndir, sjónarmið og stíl í hverju sem að tekið fyrir hendur. Og það stendur ég þekki efni mjög vel og ég get miðlað því áfram. Það framúrskarandi. Hér erum við nokkurar beinar tillögur frá kennara út frá vinnubrögðum þeirra. Við erum alltaf að ræða námsmatið og námsmatið liggur oft til grundvallar því hvað við erum að kenna og hvernig við kennum það. Hæfniviðmiðin stýra náminu því mjög mikið þar sem námsmatið unnið út frá þeim og við höfum það í huga þegar við erum að byrja á nýju viðfangsefni, hvert við erum að stefna og hvaða hæfni nemendur eiga hafa náð að lokum. Þannig að námsmatið alltaf byrjunarpunkturinn. Og námsmaturinn alltaf upphafspunktur finnst mér. Allavega hjá okkur. Við lítum alltaf til þessi upphafi hvað við viljum að nemendur eigi að læra af kennslunni og þannig námið meira hnitmiðað. Svo námsmatið
námsmat bara okkar leið til að sjá og meta hvar nemendur stendur eftir hvern námsmat. Það eitt af því sem mér fannst áhugaverðast við verkefnavinnuna að námsmatið býr til vissan upphafspunkt. En samkvæmt kennaranum sem ég tók viðtal við í rannsóknarskólanum, þá má ekki líta á námsbókina sem eitthvað heilagt námsgagn. Það þarf einmitt að vera, við þurfum að vera tilbúin að sleppa henni og leyfa nemendum að læra á annan hátt, á skapandi hátt, þar sem að hlutinni verða örlítið meira áþreifanlegir. Eins og í 9. bekk, þar sem að það var verið að vinna með verkefni, þar sem að það var verið að vinna með rými, þá slepptu þau bókina alfarið en tóku verkefni þar og útfærðu og voru með stöðvavinnu þar sem að nemendurnir vinna með gögn sem það gott handfjallað á öllum stöðum og voru svo með námsmatsverkefni tengt því að loknu. Og það einmitt námsmatsverkefni sem ég var að segja frá áðan sem heitir Askjan mín. Það voru nemendur búin að fá tækifæri til þess að vinna á svona skapandi hátt áður en þau fóru að vinna skapandi verkefni. Þetta verkefnalýsingin fyrir verkefnið Askjan mín. Og það að nemendur eiga að búa til á skapandi hátt öskju sem samastendur einhverjum af þeim formum sem þau hafa verið að læra í námslóðinni. Að þeir teikni að lágmarki 3 flatamyndir á öskjuna sjálfa og skili síðan ítarlegri skýrslu með henni. Í skýrslunni eiga að vera upplýsingar öskjuna og vinnuferlið við að skapa hana. Þrýfið mynd af öskjunu með viðeigandi stærðum merktum inn. Flatamál flatarmyndar, rúmmál öskjunar og yfirborðsflatamál öskjunar. Og þar sem að þetta verkefni það ber titilinn Askjan mín, að þá það að búa til öskjuna, það rauði þráðurinn í verkefninu. Það það sem á að meta þarna stærstum hlut. Þannig ef að nemandinn getur skilað ítarlegri skýrslu en askjan sjálf ófullnægjandi, þá setur það svolítið stórt strik í reikningin og dregur einhvernuna þá hlutfallslega mjög mikið niður. Eins ef að það kemur góð askja sem búið að leggja mikla vinnu í og vel unnin, en skýrslan sjálf ekki nógu ítarleg, þá kannski vegur það þá stærri hlut í einkunnagjöfinni að askjan sé vel unnin. Þetta sem sagt undirbúningsvinnan fyrir verkefnið Askjan mín og þetta það sem ég var að tala áðan, það sem að þú voru að vinna í stöðvum og þarna fenguðu verkefni þar sem þú átt að vinna með þrífaða hluti og á borðinu voru þau með fullt af þrífuðum hlutum og þá voru þetta gamlir morgunmatakassar, þetta voru mjólkurfernur, þetta voru alls konar hlutir á daglegu lífi. Þau áttu að skissa hlutina upp og merkja inn mikilvæga stærðir, svo áttu að finna rúmmál og yfirborðsflatamál formana og eins og þetta kemur í fyrsta að þau áttu að velja sér 2 ferstrendinga, 2 þrístrendinga og 2 sívalninga þannig að þau eiga að þekkja formið. Síðan á annarri stöð hérna fyrir neðan skráði heiti formanum sem þú sér hér fyrir neðan, hver grunnflutur hvers forms fyrir sig. Þetta segjan svona birtast hæfni viðmiðin fyrir öskjuna. Ég ætla ekki að setja inn sóknarkvarðan fyrir verkefnið en það hreinlega bara því að sóknarkvarðin það stór og hann kemst ekki inn á þannig ég sýndi ykkur annað dæmi. En svona birtast hæfni viðmiðin með sóknarkvarðanum og þetta koma allar þessar skammstafanir aftur með sem eins og það birtast á heimasíðunni. Og svo hérna bein tilviljun frá kennara þetta verkefni, en út af því að þau geta verið á marga vegu þessi verkefni og það sem einkennir góð námsmatsverkefni að mati þessara kennara að það sem annars vegar verið að meta mörg hæfni viðmið og hins vegar nemandinn fær tækifæri til að svara á fleiri en einn veg og segir þá, eins og til dæmis þetta ólíkt frá nemanda til nemanda og tala þá verkefnið Askjan mín. Þannig að nemendur stjórna svolítið hversu erfitt verkefni hann gerir. Það náttúrulega að gera verkefni við sitt hæfi og nemendur geti unnið á sínum forsendum. Það til dæmis miklu auðveldara að gera ferstrending en að gera píramída. Það miklu erfiðara að reikna rúmmál píramída þegar maður í 9. bekk en að reikna rúmmál ferstrendings. Það til dæmis hægt að vera með verkefni sem fá bæði A en á mörguliti mjög ólík. Þetta stýra nemendurnir algjörlega hversu flókið verkefni þeir eru að gera. Og þegar þeir sækja eftir aðstoð, þá það kannski svolítið kennarans að leiðbeina nemendunum og reyna að finna verkefni sem við hæfi fyrir, þyngdarlega við hæfi fyrir nemendan. Og það býr til svolítið svona
stærra rými í kennslunni. Og þetta tilvitnun sem ég setti inn í ritgerðina hreinlega út af því ég tók titilinn úr þessari tilvitnun. Í upphafi skal endinn skoða, því við vitum ekki hvaða leið við eigum að fara fyrr en við vitum hvar við viljum enda. Og það því við hæfi að námsmat myndi einhvers konar upphafs- og endastöð. En við lítum þannig á að námsmatið, það hefst þegar við mætum að haust til og við ætlum að fara að skipuleggja ekki bara hvað við erum að fara að kenna nemendum okkar, heldur hvað það sem við viljum að þau hafa gripið úr námsefninu. Það sem þau eiga að ná að grípa og tileinka sér, og þessi hæfni sem þau eru að koma með, það upphafspunkturinn. Við lítum fyrst á það og það það sem við ætlum að meta og það það sem þau gera í rannsóknarskólanum. Þau meta eru búin að ákveða hvað þau vilja nemendurnir séu búnir að tileinka sér. Og í hverri lotu þegar að taka nýtt viðfangsefni fyrir, þá eru þau með tilbúin námsmatsverkefni. Það auðveldara fyrir þau að beina kennslunni sinni í átt að hæfninni heldur en öfugt. Og það það sem svona rauði þráðurinn í ritgerðinni, að þetta myndar ákveðna hringrás. Við byrjum að hugsa námsmatið, við leggjum síðan inn og við erum að vinna með nemendunum og svo aftur komum við lokin að þessu námsmati. Þannig að þetta myndar svona hringrás. En til þess að draga ályktun það hvort námsmatsaðferðir rannsóknarskólans voru áhrifaríkar, leiti til fræðilegs bakgrunns verkefnisins og skilgreiningar fræðilega bakgrunnsins voru bornar saman við niðurstöður. Það bara setja varpa stutt upp þessum lista yfir það hvað við getum litið á sem skilgreiningu á einkenni áhrifaríks námsmats. Og ég tók þetta bara punkta beint úr fræðiritunum og gerði bara svona pínlítinn checklista. Getur verið að þetta námsmat flokkist undir þetta. Það notast fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreyttar námsmatsaðferðir og hver nemandi fær námsmat við sitt hæfi. Það mikið notast við óhefðbundnar aðferðir í stærðfræðikennslu og nám og námsmat tengt við daglegar athafnir. Og matsaðferðir tengjast þeirri hæfni sem á að meta og þetta allt eitthvað sem kemur skýrt fram í þessum verkefnum. Og svo það þetta sem næst seinustu punkturinn þetta til vinstri, námsmat sé sýnilegt og merkingarbært fyrir alla aðila. Og það það sem sóknarkvarðinn rammar svo skemmtilega inn. Námsmatið sýnilegt ekki bara nemendum og kennurum, heldur líka foreldrum. Og það svo skýrt tekið fram. Nemendurnir vita nákvæmlega að hverju þeir eru að ganga þegar þeir fá verkefnin. Hvað það sem ég verð að sýna fram á til þess að ég geti fengið einhvern B, C eða D. Og námsmatið svolítið svona fléttað fallega inn í námið. Þannig ég ætla að segja þetta gott að sinni. Takk kærlega fyrir mig og ég vona bara ef það einhverjar spurningar þá má kasta þeim fram núna. Takk kærlega fyrir.